KR TV, það 6 stiga leikur í kvöld við Fylkismenn. Við þurfum 3 stig í kvöld bæði til að skilja okkur að frá Fylkismönnum og halda smá spennu við F-háinga. Við ætlum að chatta við þjálfarana fyrir leik og svo tökum við nokkuð viðtöl eftir leik og bara vona það gaman af. Óla Þórðar, Harry Axl og þjálfara Fylkismanna. Óli, nú 1 stig á milli og Káringar leikta góða, þannig að þetta svona þessi 6 stiga leikur sem þessi klassíska 6 stiga leikur. Já, þetta og það bara dúkað hérna fyrir hörkuleik, það alveg ljóst. Flott veður og flottar aðstæður og já, 2 á svona betri liðunum í deildinni myndi ég segja. Svoleiðis að þetta verður bara skemmtilegt. Nú búið að spyrja þig, ég held í allt sumar hvort þú hefur átt von á þessu eða ekki, menn eru kannski hættir að spyrja þig því. En hvert stefnið? Stefnið á annarsætið eða ætlið þið fara í kljást við F-háingana? Akkurat núna erum við að stefna á annarsætið í kvöld, en hérna okkar markmið var kannski að reyna að komast upp í topp 4 og við erum þar núna og hérna erum á ágætis leið, en það mikið eftir ennþá, svoleiðis að við verðum að leggja einhver alla fram með það að takast. Hvernig leikur leikinn upp í kvöld? Ætlar að sitja aftur eða ætlar að bara pressa á Káringana? Við spilum bara okkar leik eins og við höfum verið að gera. Við pressum þegar það hendar og dettum tilbaka þegar þessi þörf, svoleiðis að við ætlum bara að spila sama leik og við höfum verið að gera í sumar alls staðar og hérna sjá bara til þess að við skorum meira en KR í kvöld og fáum færi mörk á okkur. Þetta er einfalt? Já, þetta er ósköp einfalt. Það verður ekkert breyst í fótboltanum. Það gæti alveg verið að gangi vel. Sömuleiðis. Við erum með Logi Ólafsson, þjálfari Káringa. Logi, 6 stiga leikur í kvöld eða ekki? Jú, það þarf nú ekki klokkan starffræðing til að sjá að þetta er mjög þýðingarmikill leikur fyrir okkur og það að ná í 3 stig og skilja eftir smá andrými svona með þá fyrir aftan okkur, það er bara mjög mikilvægt. Bæði að, eins og segir, þeir eru búin að andi hálsmæla okkur í allt sumar og skilja það á og síðan svona hafa smá svona baráttu við F-háingana þegar þeir ekki stinga af. Já, ég meina það er þetta mjög mikilvægt að sofna ekki á verðinum ef eitthvað myndi bregða út á í Hafnarfirði en við erum bara einbeitt okkur að því að vera þá í þessu öðru sæti sem að gefur Evrópukeppni og það er alveg verðugt verkefni. Talandi F-háingana, nú spilum við gríðarlega vel í síðasta leik, svona lengst af allavega, varstu ekki bara mjög sáttur við þann leik? Jú, það er ekki takt annað, ég meina við vitum að í áranna rás þá höfum við ekki sótt neina gull í greipar F-háinga og þannig að þetta bara held ég að sýni það að við höfum nýtt sumarið vel, nýtt Evrópukeppnina vel og það er komið mjög gott sjálfstraust í lið og ég ætla bara að vona að því verði fylgt eftir í dag. Þá svo að menna við og spila vel og það er svona virðist eins og þreytan sé ekki að láta á sjá en hvernig er svona staðan á hópnum svona höfuð? Hún er bara góð, það er einn maður veikur, Guðmundur Reynir Gunnarsson, hann er bara með einhverja pest en að öðru leyti eru allir heilir og þannig að Margótt hefur komið fram í sumar, liðið Óla Þórðar eru alltaf berjast vel, við ekki klárir í bátanum líka? Jú, við þurfum náttúrulega að gera okkur það ljóst að við þurfum að mæta þeim í þeirri baráttu sem þeir kom með og gera meira heldur en þeir á þeim vettvangi en hins vegar við þurfum að vera klára því að við þurfum að spila okkar leik þannig að sem fært yfir okkur ágæti sigrar og undanförnu og ef við náum því upp í dag þá erum við í góðum málum. Bara allt klárt og taka á þessu? Já, gerum það. Fyrir okkar Káringa, þú ert væntanlega bara eins og stuðningsmenn liðsins drullu pirraður eftir þann leik eða ekki? Jú, mjög pirraður. Það er ekki úrslitin sem við ætlum okkur og fáum náttúrulega 2 mörk í andlitið þegar við eigum að vera með leikinn í höndunum. Það er skelfilegt. Man fannst svona, þegar maður var að horfa á þetta var svona eiginlega mjög svipaður leikur mútið Val hérna heimavelli og svona man fannst það að tökja á þessu en svo einhvern veginn bara fáum við 4 mörk á okkur sem er náttúrulega alltaf mikið á heimavelli. Það er engar afsakanir fyrir því.
þetta var bara liðlegur varnarleikur hjá okkur og eftir vill ekkert í gegnum liðið, það var bara eftir vill aftustu 4 bara í ruglinu. En ég meina, við þurfum náttúrulega líka að nýta færin okkar og við fengum nóg á þeim í þessu dag en á móti kemur þurfum við líka að geta stigið allir sem liðið upp og refsa þeim þegar við náum líka að koma vel tilbaka eins og við gerðum og í staðinn refsa þeir bara okkur og það gengur ekki. Talandi að nýta færi með okkur fannst maður fyrirháleik voru höfðu við tökin á þessu og hefðum við jafnvel kominir 1 og 2 lífur í hálfleik, fannst mann. Já, ég meina, Baldur fær nokkuð færi og fleiri menn sem hefur getað klárað þetta en stundum það bara þannig, það ekkert til að sækast við þá með það, við bara nýttum þau ekki og þá bara höldum við áfram og við náttúrulega náðum að skora 2 en við erum að fá bara svo ódýr mörk á okkur enn og aftur, við erum búin að spila gríðarlega vel en samt að fá okkur gríðarlega ódýr mörk eins og í Evrópukeppninni og á móti FH. Eitthvað mörk sem að við eigum ekkert að þurfa að fá á okkur. Það eitthvað sem við þurfum bara að laga. Kannski svo við tölum svona aðeins jákvæðari hjálp þá og sýnum við karakter með að koma tilbaka og jafna en kannski meðbyrinn náði ekki alveg í gegn eftir það. Nei, ég meina málið að við komum tilbaka sem mjög flott hjá okkur en við náum ekki alveg að við förum að fá þessu klaufamörk á okkur. Þegar við erum komið með hendunar í leikinn og erum að fara að spila boltanum og þá fáum við þetta bara strax aftur á 3. marki og það svona svolítið drepur okkur. Ég talaði við Gumma á hann sagði að menn getur bara ekki beðið strax eftir að spila búin til Keflavík, ekki bara sama hjá þér, bara kvitta fyrir þetta og ná öðru setinu aftur. Það bara vilja fá leik á miðvikudaginn eins og nátt að vera en jú, bara fá strax næsta leik og reyna að gera betur og það getur verið að menn hafa verið eitthvað of kókraustir í eitthvað svona, við ætlum bara að fara í einhvern reytabolta og spila boltan og við erum búin að vera svolítið vel spilandi upp á síkasti en það gengur ekki, ef við mætum ekki baráttuna þá getum við ekki unnið leikina. Man fannst það eins og þú segir menn héldu boltan þokkalega en það voru svona sendingar sem voru stundum að enda í löpunum með fylgismönnum. Akkurat, ég meina við erum kannski of mikið stundum að reyna að spila honum sem kannski hefur ekki alltaf verið viðlandi káliði en sem það þarf bara að laga, maður þarf að vita sín takmörk og vita hvenar á að spila honum og hvenar ekki. Við sjáum bara laugardaginn og klárum þetta þá. Takk fyrir. I met you at J.C. Penney. I think your name tag